Hvað er ljóstillífun? Hvað er bruni? Hvernig tengist þetta? Skulum skoða þetta. Ljóstillífun er efnaferli sem fer fram til dæmis hjá plöntum, sumum frumdýrum, sumum bakteríum, lífverum sem að innihalda grænukorn eða blaðgrænu sem er efni sem getur gert þetta. Ljóstillífun er þegar þær taka koltvíoxíð pluss vatn og því er breytt í sykur pluss súrefni. Þetta kemur bara andrúmsloftinu, vatn kemur bara úr jörðinni, eða bergningu. Með orku frá sólinni breyta þau þessu í sykur og það verður óvart til súrefni sem að þau nota ekki og hleypa bara út. Nota reynda pína af því en það er annar mál. Hvað er þá bruni? Bruni, sem er stundum kallaður frumuandun líka, þá tökum við sykur pluss súrefni, brennum í raun sykrinum í frumunum og út úr því kemur koltvíoxíð pluss vatn. Er þetta eitthvað svipað? Jú, koltvíoxíð og vatn er hérna megin, en það er hérna megin hér. Sykur og súrefni, sykur og súrefni. Þetta eru sambærileg ferli, milliskrefin og hvernig þetta gerist er ekki alveg öfugt, en virknin er algjörlega öfug. Brunin fer fram í hvatberum, ekki bara dýra, heldur líka plantna og hjá öllum heilkjarna lífverum sem er á annað borð með hvatbera, á meðan þetta gerist í grænukornunum. Og í grunninn þá er þetta þannig að ef að við erum með plöntur einhvers staðar, en er skrítið tré og hérna er kind, plantan tekur inn koltvíoxíð og skilar út súrefni. Dýrið tekur inn súrefnið en gefur frá sér koltvíoxíð. Sjáðu hvernig þetta fer í hring. Kolefnið sem er í koltvíoxíðinu, það fer líka í ákveðin hring. Því í ljóstillífuninni verður kolefnið hluti af sykrinum, en þegar sykrinum er brennt, þá fer kolefnið aftur út í andrúmslofti sem koltvíoxíð. Þannig að þar er ákveðin hringrás líka. Nema hvað, að koltvíoxíð er bundið í lífverunum inn á milli í stofni og greinum og laufum trjána og bara í plöntunum, en líka í lífverunum því að öll lífræn efni eru byggð úr svokölluðum kolefniskeðjum. Það er svona grunnurinn að byggingu allra lífvera. Þannig að ljóstillífun og bruni tengjast á mjög afgerandi hátt. Þetta eru sambærileg ferli nema bara í sitt hvor áttina og annað getur ekkert án hins verið. Því að ef að bruni myndi allt í einu hverfa, að þá klárast bara koltvíoxíð. Ef að ljóstillífun hverfir, þá myndi bara súrefnið klárast. Þetta þarf hvoru tveggja að vera til staðar til þess að hitt geti þá haldið áfram.